Kæra samstarfsfólk, innilega velkomin á þennan rafræna upplýsingafund rektors og hér mun ég tæpa á mörgu í starfi Háskóla Íslands, fara yfir það sem á döfinni, tala kennslumál, gæðamál, stefnu Háskóla Íslands, fréttir frá fræðasviðunum og það verður stiklað á mjög stóru og fjalla einnig alþjóðamál. En fyrst ef við aðeins lítum á það sem á döfinni og þá fyrst vil ég nefna nýja reglugerð frá heilbrigðisráðherra takmörkun á skólastarfi sem breytist núna bara í gær á miðnætti og breytingarnar eru þess eðlis að það aftur komin 1 metra fjarlægðarmörk í stað 2 metra en nú mega 150 manns, nemendur og starfsmenn, koma saman í hverju kennslu eða lesrými og síðan mega alltaf 50 starfsmenn koma saman í hverju rými. Það má núna vera blöndun á milli hólfa, svo hólfaskipting afnumin, en ef ekki hægt að halda 1 metra fjarlægð, þá skal nota andlitsgrímur. Svo þetta ákveðið skref fram á við og við vonum svo sannarlega að við séum á réttri leið út úr þessum faraldri, en ég legg mikla áherslu á að við gætum okkar vel og hlítum sóttvörnum í hvívetna. Síðan síðustu helgi þá komu afskaplega ánægjulegar fréttir fyrir okkur í Háskóla Íslands þegar traust til stofnana var tilkynnt og nú kom þessi mæling sem fer fram á hverju ári og nú kom niðurstaða að traust í Háskóla Íslands væri 77% og það hækkaði 7% á milli ára. Og þetta alveg frábær niðurstaða og ég vil bara þakka ykkur öllum fyrir ykkar mikilvæga starf. Það skiptir okkur miklu að almenningur treysti skólanum vel og það kemur svo sannarlega vel fram í þessari niðurstöðu. Síðan aðfaranótt hins 21. janúar varð vatnsflóð sem fór inn í allar helstu byggingar hérna sem liggja við Suðurgötu, getum við sagt, hjá Háskóla Íslands. Það var Háskólatorg, Gimli, aðalbygging, Árnagarður sem urðu fyrir vatnstjóninu og þetta fór illa með okkur og þetta gríðarlega mikið tjón og nú hefur verið unnið sleitulaust að því að vinna með málið áfram, þurrka rými, það verið að leita til óháðra matsmanna til að meta orsakir og heildar umfang tjónsins og mun vinna þeirra væntanlega hefjast á næstu vikum. Og við vonum svo sannarlega eftir góðu samstarfi við Veitur sem voru að vinna þessari lögn sem liggur við Suðurgötu og fleiri hagsmunaaðila sem koma að því máli og tryggingafélög og við teljum mjög mikilvægt að meiri háttar framkvæmdir geti hafist sem fyrst þannig að kennsla geti hafist hjá okkur í þessum rýmum á Háskólatorgi og Gimli næsta haust. Síðan ef við skoðum eftirmála vatnstjónsins þá eru engar framkvæmdir hafnar við endurnýjun nema til að koma nauðsynlegum hlutum og öryggisbúnaði í lag til að varna frekara tjóni. Það verið að skipta út öryggisbúnaði sem skemmtist í 5 lyftum í aðalbyggingu Háskólatorgi og Lögbergi og ég nefndi ekki Lögberg áðan en vatnið fór líka þangað í kjallarann og það var tjón. Og síðan stendur yfir vinna í kjallara aðalbyggingar þar sem vatn flæddi og það hefur lítið verið rætt. Þar fór vatn undir uppbyggt gólf og það þarf að rífa það upp og steypa. Og þetta bara allt mjög mikilvægt og síðan útihurðir sem skemmtust í Háskólatorgi eru í pöntun. Svo þetta var mikið áfall en það var uppskeruhátíð hjá okkur síðastliðinn laugardag þegar afhending prófskírteina fór fram í Háskólabíói. Og það var lágstend athöfn, það voru það bil 470 kandidatar sem brautskráðust en við vorum ekki með hefðbundna athöfn eins og við erum gjarnan með á vormisseri. En það voru teknar myndir af kandidatum og það var mikil gleði og þetta tókst mjög vel. En væntanlega í júní verðum við með hefðbundnari brautskráningar athöfn. Síðan langar mig að nefna hér jafnréttisdaga sem voru
rafrænir í ljósi ástandsins að þessu sinni og þeir voru haldnir vikuna 1. til 5. febrúar og tókust einstaklega vel. Þarna markmið jafnréttisdaga að stuðla aukinni umræðu, þekking og sýnileika jafnréttismála og fjallað jafnrétti í víðu samhengi. Þetta samstarfsverkefni allra háskólana á Íslandi og jafnréttisfulltrúa þeirra og þessir jafnréttisdagar hafa verið haldnir svona saman á undanförnum árum. Og það voru alls 24 viðburðir í ár og Háskóli Íslands sem hefur leitt þetta starf á glæsilegan hátt. Háskóli Íslands kom að 21 þeirra og það fjallaði mörg mikilvæg málefni þarna og við þurfum bara að halda augum á þessum mikilvæga málaflokki. Jafnrétti eitt af 3 gildum Háskóla Íslands og ég þakka kærlega jafnréttisfulltrúum fyrir þeirra mikilvæga starf í þessu. Síðan ef við horfum núna aðeins fram á veginn þá verður stafræni háskóladagurinn núna 27. febrúar. Það verður ekki háskóladagur eins og venjulega. Hann verður rafrænn að þessu sinni og þetta annað þá samstarfsverkefni háskólan á Íslandi. Hann núna haldinn í 17. sinn og það verður allar grunnnámsleiðir Háskóla Íslands kynntar á rösklega 100 fjarfundum. Og þetta mjög mikil vinna sem hefur farið hér fram við undirbúning og það búið að útbúa nýjar námsleiðarsíður sem eru komnar í loftið og vefurinn háskóladagurinn.is þá vefurinn til þess að fara inn á þetta og þar einföld og öflug leitavél og ég hvet ykkur eindregið til þess að skoða þetta og benda tilvonandi nemendum á þennan vef og möguleikan í Háskóla Íslands. Síðan verður vísindaspjall líka þennan dag, 27. febrúar og það verður bein útsending úr hátíðasal á milli klukkan 13 og 15:30 og þar kemur vísinda- og fræðafólk frá öllum fræðasviðum Háskóla Íslands og situr fyrir svörum í beinu streymi. Og það verður rætt ýmislegt, efni í deiglunni og áskoranir samtímans og rannsóknir í víðum skilningi og ég býst við að þetta verði mjög skemmtilegu viðburður og honum verður streymt á vísi.is. Síðan hef ég núna verið að fara í heimsóknir til deilda háskólans, 26 deilda og ég búin að heimsækja 24 þeirra og stjórnir fræðasviða og stjórnsýslu fræðasviðana. Það byrjaði í janúar og hefur haldið áfram núna í febrúar og heldur áfram inn í mars og það ýmsir aðilar sem ég á eftir að heimsækja og ég hlakka til þess. En þetta hefur verið einstaklega ánægilegir og gagnlegir fundir og það sem við höfum gert það að við bara ræðum bara eiginlega hvað sem fólk vill ræða, tökum síðan sama punkta, ef það einhverja beina spurningar sem ekki hægt að bregðast við, þá leitumst við að svara þeim í kjölfar fundana og síðan tökum við þetta og notum í stefnumótun Háskóla Íslands sem nú í gangi. Og ég vil bara þakka öllum fyrir þessa fundi. Það bara mjög áhugaverðar og góðar umræður en síðan aðalatrið að vinna úr þessu og eitt af því sem ég hef lært á þessu að koma og hitta þá stjórnir fræðasviðana á hverju misseri. Ég held að það sé mikilvægt að þar sé samtal en það svona ýmislegt sem við getum alltaf gert betur og við höfum alltaf að hugsa þannig. Og ég nefndi þá stefnumótunina sem nú í gangi, stefnumótun fyrir tímabilið 2021 til 2026 og ég hef kynnt áður að það stýrihópur sem vinnur að stefnunni undir forystu Steinunnar Gestsdóttur, aðstoðarrektor kennslumál og þróunar og í hópnum Magnús Þór Torfason, Margrét Helga Ögmundsdóttir og Ragnhildur Ísaksdóttir og með honum starfa Bjarni Snæbjörn Jónsson og Andrea G. Dofradóttir. Og það má segja að starfið hafi bara gengið vel. Það mjög mikil áhersla lögð á samráð. Það víðtækt samráð í 2 meginfösum og fyrri fasinn svona bara, getum við sagt, honum lokið og hann gekk út á innleggum viðhorf, áherslur og hugmyndir og þetta byggðist reyndar líka á gagnasöfnun sem hafði verið unnin af hópnum áður en þetta var rætt stefnan á háskólaþingi 13. nóvember. Það þing var bara helgað stefnunu og unnið í vinnuhópum. Síðan var haldið áfram að ræða málið
á fundum mínum með stjórnendum og síðan í stúdendaráði og í háskólaráði. Það var opnuð samráðsgátt sem opin, hi.is/stefna og fólk hefur getað sent inn þar skriflegar athugasemdir og óskað eftir fundum og síðan hafa verið haldnir fundir með fjölmörgum aðilum og þetta hefur verið bara að mínum mati einstaklega vel heppnað fram að þessu. Og ef við horfum á svona þann stefnuramma sem að mótast í þessu víðtæka samráði sem þarna sjáum við hvað við höfum þarna vinstra megin, háskólaþing, samráðsfundi og skrifleg erindi og fundi og síðan eru fyrirliggjandi gögn og þá erum við að horfa á rýni fyrri stefnu, HI21 sem við kallum hana, QEF, það úttektir og sjálfsmatsskýrslur frá í tengslum við rammaáætlun gæðaráðs og út úr þessu hafa komið fleiri en 250 umbóta verkefni eða atriði sem eru til skoðunar og það gert ráð fyrir að áherslurnar í stefnunni verði 4 og það bil 50 markmið. Og það núna frá nóvember til febrúar, þá hefur þetta verið greint og síðan febrúar til mars þá verður forgangsröðun og drög að stefnu gerð og það miðað við þá 4 áherslur og einhvern fjölda markmiða og einhvern fjölda aðgerða. En það voru 75 aðgerðir í HI21. Og þá getum við séð hvernig seinni fasi samráðsins lítur út. Hann að hefjast og stendur frá mars til apríl og þetta svokallaður rýnifasi samráðs, þá verða stefnudrögin kynnt, rýnd og rituð og síðan verður endurgjöf á rýnina og umræður og fyrstu drögin eru bara að koma fram og verða þá núna til umræðu í háskólaráði bara í næstu viku, 4. mars og í stjórnendateymum og meðal fulltrúa stúdenta og á samráðs- og upplýsingafundum rektors og víðar. Við leggjum mjög mikla áherslu á að þetta fái víðtæka umfjöllun og það komi viðbrögð, það verði endurgjöf og þessi drög verða síðan kennt í samráðsgátt til umsagnar. Og þá komum við að síðasta fasa stefnumótunarinnar þegar við erum búin að fara í gegnum þessa samráðsfasa 2. Þá það lokafasi, þá það samþykkt og samstilling eins og við köllum hann. Það stefnuramminn yfirfarin og endurmetin í ljósi athugasemda og viðhorfa og síðan þegar það búið að fara yfir þetta allt, þá verður þetta lagt fyrir háskólaþing og ég geri ráð fyrir því að háskólaþing verði í lok maí og í síðasta lagi í byrjun júní og síðan í háskólaráði og þar verður stefnan þá afgreidd. Og það einn svona megin punktur sem mikilvægur, þetta öðruvísi en það sem var síðast, að við leggjum áherslu á að leggja samhliða fram áætlunum innleiðingu stefnunar og eftirfylgni. Innleiðing HI21 hefur gengið mjög vel, en það var sérstakt verkefni eftir á, nú verður innleiðingin leið og þetta verður lagt fram. Þá langar mig aðeins að fjalla nám og kennslu sem gríðarlega mikilvægur þáttur í okkar starfi og eitt sem ég vil nefna sérstaklega, það kennsluakademía opinberu háskólana sem að norrænni fyrirmynd og hefur verið rædd hérna innan háskólans og það sérstakt fé sem kemur til þessa verkefnis frá mennta- og menningarmálaráðuneyti. Og uppsprettan að viðurkenna betur kennsluþáttinn í starfi háskólans og að móta þessa kennsluakademíu sem verði þá fulltrúar í henni verði afburðakennarar sem við getum sagt að þarna eru afburðakennarar sem verða teknir inn í þessa kennsluakademíu og þetta að norrænni fyrirmynd. Og það verða kennarar teknir inn árlega inn í kennsluakademíuna og það fylgir ákveðin launahækkun því að vera inn í kennsluakademíunni og fyrsta árið verða 15 kennarar teknir inn, þar af 10 frá Háskóla Íslands og þá 5 frá hinum opinberu háskólanum. Það verður kynningafundur haldinn með verkefnisstjóra kennsluakademíunar 1. mars 2021 sem bara á mánudaginn og ég hvet ykkur eindregið til þess að sækja hann þið sem eru áhugasöm og síðan verður fólk að sækja að komast inn í kennsluakademíuna og það verður sérstakt námskeið í umsóknarskrifum og það koma sænskir sérfræðingar að því.
og umsóknarfrestur í kennsluakademíunni verður síðan 25. maí og umsóknir verða síðan afgreiddar með þá aðstoð þessara norrænu sérfræðinga sem koma að þessu í 15. ágúst næsta ári. Síðan margt í gangi í kennslumálum og vil nefna nokkur umbótaverkefni á sviði náms og kennslu. Það verið að streymisvæða salina og það verða 8 salir í húsakynnum Háskóla Íslands streymisvæddir til að mæta þörfum skólans og þetta nýtist við kennslu og þetta líka nýtist við ýmiss konar fyrirlestrahald fyrir opna fyrirlestra og þess háttar sem mikilvægur þáttur líka í starfi háskólans og þarna eru salirnir nefndir og þetta mikilvægt starf og við höfum tekið alveg gríðarlega stór skref í myndbanda framleiðslu innan háskólans og núna þegar ég til dæmis að halda þennan upplýsingafund og geri það í stúdíónu í Setbergi þá bara sjáum við hvað hefur verið mikil breyting frá því sem áður var og ég vel að vera hér til að flytja þetta frekar til þess að vera á skrifstofunni minni eða vera í ræðupúltinu í hátíðasal. Svo ég bara mjög ánægður með þá breytingu. Síðan annað verkefni sem gríðarlega mikilvægt og það endurskoðun inntökukrafna. Kennslusvið núna að funda með fræðasviðum viðbrögð við væntanlegum lagabreitingum þar sem inntökukröfum í háskóla bara almennt verður breytt og þær felast í því að öll prófa 3. þrepi framhaldsskóla veiti aðgang að háskólanámi og þarna þurfum við að bregðast við vegna þess að það ábyrgðarhluti bæði fyrir okkur að geta tekið inn nemendur sem ráða við námið og líka fyrir nemendurna sjálfa þeir séu ekki að koma inn og bara ráða ekki við námið. Svo það mjög mikilvægt að deildirnar skilgreini inntökukröfur í ljósi þessara breytinga og náttúrulega líka í tengslum við styttingu framhaldsskólans. Síðan námsumsjónarkerfið Canvas, það nú þannig að allir nota það og það hefur gengið einstaklega vel og hjálpað okkur mikið í COVID en það mjög mikil aukin áhersla lögð á ráðgjöf vegna uppsetningar og sniðmát fyrir námskeið og það margt í gangi varðandi námsumsjónarkerfið. Síðan nýtt stundatöflukerfi að koma og það eru stjórnsýslusvið sem vinna að því að innleiða það og við vonum að það gangi bara sem allra best. Þetta mjög mikilvægt mál og framfaramál. Síðan prófaskrifstofan að kaupa remote exam til viðbótar við Inspera, þannig að það sé hægt að hafa eftirlit með fjarprófum. Þetta eitthvað sem hefur vantað og aftur umbótaverkefni. Síðan aukin rafvæðing í þjónustu og við erum að reyna að gera þetta víða í háskólanum og á sviði náms og kennslu þá meiri sjálfvirknivæðing og samstarf við Ísland.is varðandi nemendaskrána. Það sjálfvirk viðurkenning á námi hjá matsskrifstofunni og síðan stúdentakort í síma nemenda sem þjónustuborð með. Þetta gríðarlega mikilvægt og þetta náttúrulega tengist líka bara einhverju stærra með stúdentakortin, hvernig þau geta verið notuð á evrópskum vettvangi. Svo þetta eitthvað sem mikilvægt en þetta eitt af því sem við erum að vinna áfram. Síðan varðandi kennsluna þá stórt verkefni sem í gangi og það samræming greiðslu fyrirkomulags fyrir kennsluna. Og Háskólaráð samþykkti núna á bara síðasta fundi sínum að skipa 5 manna starfshóp til að greina fyrirkomulag greiðsluna fyrir námskeið innan Háskóla Íslands og móta tillögur samræmingu útreikningsfjölda stunda á bakvið námskeið. Og þetta mál sem hefur verið í bígerð lengi. Innri endurskoðandi kom með ábendingum þetta fyrir nokkrum árum og síðan kom þetta fram í tengslum við gerð kjarasamninga núna 2019-2020 áramótin. Og verkefni starfshópsins að afla upplýsinga á núverandi greiðslufyrirkomulag. Það fór reyndar fram greining á síðasta ári en semst af yfirfara hana og skoða líka hvernig þetta á Norðurlöndum og leggja til skref til samræmingar. Þetta svona hluti af því að gera starfsumhverfið við Háskóla Íslands eins bara líkt og hægt á milli einstakra greina á fræðasvið og ekki síst, myndi ég segja líka, til þess að við getum
svona staðið betur að samstarfi á milli deilda og sviða og þverfræðilegu námi. En þetta bara stórt verkefni og hópurinn á að skila sér tillögum fyrir árslok og Ólafur Pétur Pálsson, fulltrúi í háskólaráði, leiðir þennan hóp. Nú langar mig aðeins að fjalla gæðamál sem mikilvæg þáttur í starfi Háskóla Íslands og gæðamál þá í tengslum við QEF2 sem þá annar hringur gæðaráðsins í sjálfsmati og úttektum. Og það má líka nefna að gæðamenning ein af áherslunum sem sett í stefnu Háskóla Íslands 2016 til 2021 og uppbygging gæðamenningar grasrótarstarf sem byggir á almennri þátttöku. Og þetta gengur eiginlega út á það að gæði séu höfð að leiðarljós í starfinu og bara, fólk bara veita. Þetta bara svona, þáttur starfsins og það þarf ekki að vera að setja mikla reglur í kringum það, þetta bara það sem við vinnum eftir. Svo það eiginlega gæða menning og störfum í samræmi við það. Og ef við horfum á þetta með gæða eða sjálfsmati, það sem tengist gæðaráðinu, þá nánast allar deildir Háskóla Íslands sem hafa lokið sjálfsmatinu í hring númer 2. Menntavísindasvið að klára og loka hringnum núna á komandi haustmisseri. Og síðan eitt sem í þessum hring gæðaráðsins að það umgjörð rannsóknarstarf sem kemur til viðbóta við það sem var áður. Hugvísindasvið og félagsvísindasvið hafa þegar lokið mati á slíkri umgjörð og verkfræði- og náttúruvísindasvið undirbýr nú samskonar mat og síðan koma þá heilbrigðisvísindasvið og menntavísindasvið á eftir. Síðan verður ytra mat á Háskóla Íslands í heild á vegum gæðaráðsins núna í byrjun maí. Þetta átti að vera á síðasta ári og það átti að vera sendinefnd sem átti að koma hingað og þar fram eftir götunum. Því miður þá það ekki hægt, svo við verðum semst að gera þetta rafrænt, en það mikilvægt að fá sjónarhorn erlendu sérfræðingarna til að segja okkur álit sitt á starfinu. Og gæðamálin, þau bara, ef við horfum á verkefni framhundan, þá þetta bara gæðamálin ganga út á hugafar stöðugra umbúta og við erum að reyna að vinna eftir því bara í stefnu Háskóla Íslands. Það verið að byggja upp formleg gæðakerfi háskólans. Það komið 1 vottað stjórnkerfi sem þá jafnlaunastaðallinn og við erum tvisvar semst búin að fara í gegnum það, bæði semst í að fá jafnlaunavottun og síðan viðhaldsvottun og það verður semst aftur núna í apríl og síðan hefur verið úttekt og í gangi úttekt í vottunar og stjórnkerfi öryggis á vinnustað og umhverfismálum hjá rannsóknastofu í lyfja- og eiturefnafræði. Þetta eitthvað sem hefur bara gengið vel. Gæðateymið líka að vinna að innleiðingu rafrænnar gæðahandbókar og í tengslum við hana verður og námskeið sem hafa verið í boði fyrir starfsfólk og síðan innleiðing á eftirfylgni með aðgerða áætlunum faglegra eininga og stjórnsýslueininga. Hún sem sagt innleiðingin hjá gæðateyminu og gæðastjóra og síðan undirbúningur fyrir símat á námsleiðum og umgjörð rannsókna hjá deildum og sviðum í aðdraganda næsta hrings gæðaráðsins sem stendur frá 2024 til 2030. Svo þetta eitthvað sem mikilvægt. Þá langar mig aðeins að tala alþjóðastarfið og mig langar í þessum orðum að beina sjónum mínum sérstaklega að mikilvægu verkefni sem snertir alla starfsmenn Háskóla Íslands og það Aurora Alliance eða Aurora bandalagið. Líkt og ég hef áður nefnt á upplýsingafundi með ykkur þá Háskóli Íslands þátttakandi í Aurora bandalaginu en það hluti af European Universities Initiative sem flaggskip Evrópusambandsins til að stuðla að nauðsynlegri framþróun háskólanáms og rannsókna í Evrópu til að takast á við þær stóru áskoranir sem heimsbyggðin stendur frammi fyrir. Aurora bandalagið öflugt samstarf með 8 háskólum ásamt Háskóla Íslands sem sameiginlega aðgerðaáætlun til að auka gæði háskólanáms og rannsókna og styrkja stöðu háskóla þessara á heimsvísu. Þátttaka Háskóla Íslands í bandalaginu einstakt tækifæri fyrir starfsfólk og nemendur til að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi, bæta þekkingu, hæfni, tengslanet og vera samfélagslegir frumkvöðlar sem einstaklingar.
Ég vil vinna ykkur áður en lengra haldið að megin áhersla Aurora bandalagsins að auka framlag háskólana til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og það verkefni sem við höfum verið að vinna að hérna innanhús og í tengslum líka við Aurora háskólanetið og útskrifa nemendur með þá þverfræðilegu lykilhæfni sem þarf til að geta fundið lausnir við samfélagslegum áskorunum. Hér áttu við getuna til að vinna þvert á fræðasvið, landamæri, tungumál og menningu, getuna til að greina og skilja mismunandi kerfi og tengsl þeirra, getuna til að beita gagnrýninni hugsun, vinna í teymum, taka þátt í nýsköpun og takast á við ágreining. Vinna Aurora bandalagsins kemur þannig öllum deildum og fræðasviðum háskólans við. Starfsemi Aurora bandalagsins hefur farið vel af stað og síðan samstarfi hófst formlega fyrir 3 mánuðum og góður og mikill samstarfsandi í hópnum sem vinnur í þessu neti og þessu bandalagi. 30 manns innan Háskóla Íslands vinna nú að ýmis konar nýsköpun í kennsluháttum sem háskólinn mun svo nota til að auka gæði námsins og samfélagslegan ávinning. Helstu innviðir sem munu styðja við starfsemi Aurora bandalagsins til næstu ára nú að komast í gagnið. Þar má meðal annars nefna miðlæga skrifstofu Aurora bandalagsins í Amsterdam sem hefur stutt við bakið á starfsmönnum Háskóla Íslands við að hefja vinnu sína. Verkefnisstjóri hefur verið ráðinn til Háskóla Íslands, Harpa Sif Arnarsdóttir, og það þarna mynd af henni, til að halda utan aðkomu háskólans og miðla upplýsingum og brátt verður tekið í notkun rafrænt samstarfssvæði þar sem þeir sem hafa beina aðkomu að vinnupokkum Aurora bandalagsins geta átt í skilvirkri samvinnu og þarna netfang Hörpu Sifjar. Aurora bandalagið hefur hlotið 2 milljóna evra styrk úr Horizon 2020 og það mér bara sönn ánægja að segja ykkur frá því hér og það hefur reyndar verið tilkynnt. Og þetta til þess að styðja við rannsókn og nýsköpun innan Aurora og hagnýtingu þeirra í þágu samfélagsins og heimsmarkmiðanna. Og mér sönn ánægja að segja það að Háskóli Íslands bar ábyrgð á umsóknarferlinu og mun leiða samstarfið og það sem mun gerast hér að Aurora, við munum vinna áfram að því að þróa þá ýmislegt tengt á rannsóknar innviðum í tengslum við þetta sérstaka verkefni sem Horizon 2020 verkefnið. Og þetta verkefni mun hefjast formlega í haust og þessi viðbótarstyrkur gríðarlega mikilvægur fyrir Háskóla Íslands og íslenskt vísindasamfélag og það ljóst að í samstarfinu felast margvísleg tækifæri enda eru allir háskólar Aurora bandalagsins öflugir alhliða rannsóknarháskólar sem leggja ríka áherslu á samfélagslega ábyrgð. Þannig mun samfélagslega áætlun rannsóknir og nýsköpun gera okkur rannsakendum kleift að nýta aðbúnað, tækni, tæki, sérþekkingu og stuðning sem aðrir Aurora háskólar búa yfir. Skólarnir munu vinna saman að þjálfun starfsfólks og deila þekkingu sinni og reynslu með hvor öðrum með það markmið að auka hagnýtingu rannsókn og nýsköpunar í þágu heimsmarkmiðana. Svo þetta mjög stórt skref og við munum ráða sérstakan verkefnisstjóra hér til Háskóla Íslands til að sinna þessu. Og nú hafið kynningastarf, ef við förum yfir stöðu mála með Aurora bandalagið, það hafið kynningastarf í öllum deildum, enda afar brýnt að allir kennarar háskólans þekki til markmiða Aurora bandalagsins og hafi tækifæri til að nýta sér þann öfluga samstarfsvettvang til að styrkja sig sem fræðimenn og kennara. Ég vil því nýta tækifæri og hvetja allar deildir til að bóka kynningu eða fund með Hörpu Sif, verkefnisstjóra Aurora bandalagsins og hefja upplýst samtal og samráð innan deildar hvernig megi tryggja að ávinningu bandalagsins nái til allra nemenda óháð námsbrautum. Við viljum líka að rödd nemenda fá að heyra skýrt í þessari stefnumótun og þróun og það afar jákvætt að farið af stað verkefni sem kallast Aurora Student Championship Scheme. Nokkrir nemendur innan HÍ taka þátt og munu á komandi misserum hjálpa okkur að vekja athygli á Aurora bandalaginu meðal
nemenda Háskóla Íslands, skipulagningu viðburða og koma með sínar eigin hugmyndir hvernig megi virkja nemendur í þessum spennandi verkefnum sem unnið að innan Aurora. Ég vil líka vekja athygli ykkar á spennandi viðburði fyrir akademíska starfsmenn sem Aurora bandalagið að skipuleggja þann 30. mars en verður að ræða ráðstefnu þar sem fræðimönnum verður gert kleift að ræða sín á milli ýmsar grundvallar spurningar þar sem snúað framþróun háskólanáms og tengingu fræðigreina við heimsmarkmiðin. Ráðstefna verður jafnframt kjörinn vettvangur til að leyfa akademískum starfsmönnum að kynnast Aurora bandalaginu nánar og bara kynnast hvert öðru. Viðburðurinn verður auglýstur síðar hér innanhúss og ég hvet ykkur eindregið til að skrá ykkur til þátttöku. Og það ekki bara starfsmenn háskólana sem munu geta tekið þátt í ýmsum spennandi viðburðum og ráðstefnum á vegum Aurora bandalagsins heldur einnig nemendur. Þann 30. mars verður einnig í boði áhugaverður viðburður fyrir nemendur Aurora háskólana þar sem þeim gefst tækifæri til að fræðast og ræða sín á milli mikilvæg málefni á borð við andlega heilsu og vellíðan og sjálfbærni og þeir verða sem sagt samhliða báðir þessi viðburðir og ég fæ mitt það hlutverk að loka báðum viðburðum sameiginlega. Svo þetta finnst mér mjög mikilvægt og ég legg mikla áherslu á að kynna þetta vel fyrir ykkur og við munum halda áfram á þeirri braut. Þá það mannauðsmál sem mér langar aðeins að fjalla og það komin niðurstöður nýrra starfsumhverfiskönnunar eru núna komnar og mér langar rétt að kynna helstu niðurstöður, ég get ekki farið ofan í allt en það eru áhugaverða niðurstöður eitthvað sem verðum að hafa auga á og ég nefni stefnu Háskóla Íslands verðum semst að reyna að sjá hvar við getum gert betur. Þetta stöðuga umbótastarf sem ég nefndi. Ef við lítum á bara svona helst umgjörðina, þetta semst í 5. sinn sem starfsumhverfiskönnun lögð fyrir á vegum mannauðssviðs og félagsvísindastofnunar. Gagnaöflun stóð frá 1. des til 18. janúar, þetta var netkönnun og svarhlutfallið var 64%. Og þarna á súlónum sem halla þarna, þá sést að það var allt frá 52% upp í 100% þáttaka en meðaltalið var 64%, þetta viktað. Og ef við sjáum svona nokkrar, eða svona þróunina, bara með því að skoða meðaltal á þáttum starfsumhverfis á kvarðanum 1-5, þá sjáum við að þarna gengur þetta frá 2012 upp til 2020, þetta alla kannanirnar, að við sjáum að það bara jákvæð þróun svona almennt í þessum þáttum. Stjórnun hefur hækkað álag og streita, sem sagt hérna gildir hærra gildi táknar meiri ánægð eða jákvæðri afstöðu, álag og streita aðeins að minnka, hefur reyndar staðið frekar í stað og ennþá með lágan stuðul. Sjálfræði og áhrif í starfi aðeins að hækka, sama gildir sveigjanleika og samræmingu fjölskyldu og vinnu, starfsanda og ánægju með starfsæningu og upplýsingamiðlun HÍ út af við. Hún hefur bara verið að batna líka. Svo við getum sagt að þróunin sé jákvæð og síðan spurningin hérna þegar á heildin litið hversu ánægður eða óánægður ert þú í starfið þínu og hérna tekið frekar eða mjög ánægður og við horfum hann lengst til vinstri fyrir Háskóla Íslands þá sjáum við að það 82% sem eru frekar eða mjög ánægð. Og þetta hefur hækkað, það hefur vísu lækkað þarna síðast, en síðan sjáum við þetta aðeins breytilegt eftir einstökum sviðum og stjórnsýslu, en við sjáum til að mynda hugvísindasvið, það 91% frekar eða mjög ánægðir, bara svona sem dæmi. En við sjáum kannski, það áhugaverðast að skoða þetta þarna hægra megin, að hjá akademískum starfsfólki ánægjan að hækka, hefur bara haldið áfram að hækka á undanförnum árum. Það svona hjá stjórnsýslu tæknistarfum eða við rannsóknir þetta nokkuð flatt. Síðan þegar á heildina litið hversu ánægður eða óánægður ertu með störf deildarforsta næsta yfirmanns, við sjáum líka þarna jákvæða þróun. Ef við bara skoðum þetta lengst til vinstri, þá sjáum við þetta hækkar bara núna bara í hverri könnun sem mjög jákvætt og ef við horfum bara aftur til vinstri þá hækkar það mest hérna hjá akademískum starfsmönnum. Hjá hinum hópnum
þá þetta líka að hækka og hefur hækkað á þessu 10 ára tímabili, en það mest hækkun núna hjá akademísku starfsfólki og svo þetta eiginlega svona heilt yfir að líka hækka á fræðasviðunum og kemur vel. Og raunvísindastofnunin núna með og hafði ekki verið með áður, svo við höfum ekki sambærilegar tölur. En síðan varðandi stoðþjónustu við styrkumsóknir í samkeppnissjóði, einkaleyfi umsóknir og hagnýtingu rannsóknarniðurstaðna. Spurningin hvort þetta sé nægilegt eða hvort það sé þörf fyrir meiri þjónustu og hérna spurningin eða svarið sem sagt hef þörf fyrir heldur meiri eða mun meiri þjónustu og við sjáum að það sem sagt í Háskóla Íslands þetta bara hefur aðeins aukist núna, bara sýnir að það aðeins meiri þörf á þessari þjónustu og hækkar á flestum sviðum nema þá heilbrigðissvið, það sem hefur greinilega verið jákvæð þróun, en við sjáum að verkfræði- og náttúruvísindasvið sem var ákveðin frumkvöðull í þessu og sem sagt, það minnst þörf á meiri þjónustu ef við bara túlkum þetta, en þetta bara eitthvað sem við þurfum að hafa auga á og þetta eitthvað sem skiptir miklu máli. Þegar á heildina litið hversu ánægð eða óánægð ertu með stjórnun Háskóla Íslands almennt og hér svarið fyrir þá sem eru með frekar eða mjög ánægðir og þarna sjáum við líka að stjórnun, semst ánægja með stjórnun innan Háskóla Íslands að batna frá 38% fyrir tæpum 10 árum upp í 61% núna sem bara mjög jákvætt og við sjáum aftur akademískir, það hækkun þar og reyndar líka í hinum hópnum svo að þetta bara jákvætt og við við viljum stjórna vel og höfum verið með stjórnenda þjálfun og viljum halda áfram á þeirri braut. Svo við horfum á það sem lítur til betri vegar, það jákvæð þróun allra þátta starfsumhverfisins, við getum sagt það, almenn starfsánægja hefur aukist, það ánægja með deildarforseta og næsta yfirmann, það aukning þar, ánægja með stjórnun almennt, hún hefur aukist bara talsvert og það hefur, þó ég hef ekki talað það hefur dregið verulegur óánægju með launakjör og það kemur fram í könnuninni. Síðan atriði sem mega betur fara og það sérstaklega þetta með álag og streitu í starfi, það umtalsvert umkvörtunarefni meðal starfsfólks og við þurfum að gera betur. Við höfum verið að vinna í þessu en við þurfum að gera enn betur hér og það sem sagt álagið og streitan hefur gegnum gangandi verið mikil í akademíunni en við sjáum líka að álagið og streita hefur aukist meðal starfsfólks í stjórnsýslu, tæknistörfum eða við rannsóknir. Síðan meðal akademísks starfsfólks virðast konur alltaf jafn að koma verr út en karlar á nokkrum þáttum starfsumhverfis og þetta eru þættir þar á meðal álag og streita sem við þurfum að takast á við. Svo þetta ekki nægilega gott og við þurfum að vinna í þessu. Og síðan innan við helmingur akademísks starfsfólks hefur farið í starfsmannasamtal á undanförnum 2 árum og við þurfum sem sagt að gera betur hvað þetta varðar. En 82% telja mikilvægt að fara í starfsmannasamtal. Svo að hér, eins og ég nefndi, þetta unnið á vegum mannauðssviðs og félagsvísindastofnunar og ef þið viljið fá meiri upplýsingar þá hægt að leita til þessara aðila sem eru hér, en þau eru líka tilbúin að koma til fræðasviðana og kynna þetta nánar og við munum kynna þetta með vegum forseta fræðasviða og líka í háskólaráði, en þetta eru mjög áhugaverða niðurstöður og við notum þær bara til að gera háskólan að enn betri vinnustað sem hluti af stefnu Háskóla Íslands 2016 til 2021. Svo ef við förum í húsnæðis- og skipulagsmál, bara stuttlega hér, eins og fram hefur komið í fjölmiðlum þá verið að skoða möguleikana á því að Háskóli Íslands fái Hótel Sögu til umræða og þetta einstakt tækifæri til að leysa húsnæðismál menntavísindasviðs. Viðræður eru í gangi hér svo að við skulum vona að þeim bara lykti á jákvæðan hátt en ég geti sjálfsög ekki sagt miklu meira. Það unnið að þróun og mótun nýs rammaskipulags háskólasvæðisins á vettvangi skipulagsnefndar háskólaráðs og það mjög mikilvægt að hugsa háskólan sem campus eða háskólasvæðið og eitt sem skiptir máli hér að borgarlínan mun liggja hérna í gegnum háskólasvæðið. Hún kemur frá Landspítalanum og það sem heilbrigðisvísindasviðið yfir til Vísindagarða og Öskju, þar verða stopp og síðan yfir á Suðurgötuna, þar sem verða 2 stopp við Veröld og Þjóðminjasafnið. Og þetta skiptir mjög miklu máli til að bæta samgöngur
inn á háskólasvæðið. Síðan gróska á vísindagarðasvæðinu, hún að opna. Það verða og eru öflug fyrirtæki á borð við CCP, fjármálaklassan og Brandenburg auglýsingastofu. Það Mýrin nýsköpunarsetur sem að opna þarna líka fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtæki. Síðan World Class og við munum tilkynna sérstakt tilboð fyrir starfsfólk í World Class á næstu dögum og mathöll verður væntanleg. Og þetta bara mjög spennandi rými þarna og góð viðbót við háskólasvæðið. Og varðandi Mýrina sprota og frumkvöðlasetur, þá eru helstu stuðningsaðilar nýsköpunar í landinu, Icelandic Startups, Æðuna tæknitörg, Hönnunarmiðstöð og fleiri þarna. Svo þetta bara mjög spennandi aðsetur fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtæki. Og síðan geta nemendur og starfsfólk sótt aðstöðu þarna og borðum þarna úthlutað 3 á ári. Svo þetta mjög spennandi rými og við búumst við mjög miklu af því að hafa þarna aðsetur í Grósku og tölvunarfræði frá Háskóla Íslands mun flytja inn í Grósku og vera þá í nábýli við CCP. Svo vil ég nefna í tengslum við þetta vísinda- og nýsköpunarverðlaun Háskóla Íslands, umsóknarfrestur til 21. mars og bara það gekk mjög vel síðast og hefur gengið mjög vel á undanförnum árum. Hvet fólk eindregið til að sækja senda inn tillögur og samanlagt verðlaunafé 6 milljónir króna. Á vísindagarðasvæðinu hefur líka verið tekin fyrsta skóflustunga að nýrri byggingu Alvotech 2 sem verður í nánu samstarfi við Háskóla Íslands og þetta mynd sem var tekin 30. desember þegar skóflustungan var tekin. Eitt megin verkefni okkar í byggingamálum nýtt hús heilbrigðisvísindasviðs sem á að rísa og opna á sama tíma á meðferðarkjarninn. Hringbrautaverkefnið, nýr Landspítali, þetta náttúrulega bara í nánum samráði og sambandi við það, bara gengur vel og hér bara nýleg mynd af byggingasvæðinu þar. Hús Íslenskunnar opnar 2023 og það bara mjög spennandi, gengur alveg ótrúlega hratt. Stúdentagarður Gamlagarð mun væntanlega opna núna bara í haust og bara sú byggingaframkvæmd á vegum FS gengur vel. Að vettvangi fræðasviðanna langar mér svona lauslega að hlaupa yfir, þetta svo margt og umfangsmikið sem ég tala en ég óska eftir því að fræðasviðin kæmi með nokkra punkta hér inn. Frá félagsvísindasviði þá náttúrulega fór vatnsflóðið illa við félagsvísindasvið. Ég nefndi Gimli, Háskólatorg og Lögberg, svo þetta sé allt rétt og í Gimli var skrifstofa félagsvísindasviðs og nú sem sagt búið að koma henni fyrir í 8205 og megin áherslan að halda óskestri þjónustu við kennarar og nemendur. Félagsvísindasviðið komið langt með innleiðingu grænna skrefa sem mjög flott að heyra og bara hvet alla til þess að halda áfram með það verkefni á vettvangi fræðasviðanna. Það unnið að umbótum á sviði rafrænna vinnubragða og skjalamála og síðan var undirritaður samningu við félagsmálaráðuneytið rannsóknir á fæðingarorlofi og þar megin rannsakendur Guðný Björk Eydal og Ingólfur Gíslason. Og svo að síðustu þá Gagnís, það sérstakt verkefni gögn, að þau séu aðgengileg sem félagsvísindastofnun hefur unnið að. Það frelsun gagna sem safnað fyrir opinbert fé og þetta sem sagt bara varðandi opin gögn og algjörlega frábært verkefni. Frá heilbrigðisvísindasviði þá vil ég nefna hér að það var nýr samningur undirritað við embætti landlæknis sem rekstur heilsubrunns innan heilbrigðisvísindastofnunar og þetta bara gríðarlega mikilvægt verkefni varðandi aðgengi einmitt að gögnum og þetta unnið með heilbrigðisvísindasviði, embætti landlæknis, upplýsingatæknisviði og fleirum og þetta aftur frábært verkefni. Og forsetar læknadeildar og lyfjafræðideildar undirrituðu í desember samning rekstur massagreina-kjarna á heilbrigðisvísindastofnun og þetta annað stórt skref fram á við. Opnuð hefur verið móttaka fyrir klíniska rannsóknir á heilbrigðisvísindastofnun og síðan á kennsluhliðinni þá hefur heilbrigðisvísindasviðið einmitt verið með þverfræðilegt námskeið fyrir nemendur á sviðinu í byrjun janúar
sem inngangsnámskeið í þverfræðilegri samvinnu sem algjörlega til fyrirmyndar og það voru 800 nemendur sem voru skráðir að þessu sinni. Afar vel gert. Á hugvísindasviði þá fékk Sumarliði Ísleifsson Íslensku bókmenntaverðlaunin í flokki fræðirita og bóka almenns eðlis fyrir ritið Fjarska norðursins, Ísland og Grænland, viðhorf að saga í 1000 ár. Bara innilega til hamingju og ég vil einnig óska Erlu Huldu Halldórsdóttur og Ragnheiði Kristjánsdóttur til hamingju með þeirra tilnefningu fyrir bókina Konur sem kjósa og þær voru meðal höfunda þar. Síðan Bergljót Kristjánsdóttir, prófessor emeritus, tilnefnd til verðlauna Hagþengis fyrir bókina Fræðaskjóða, bókmenntafræði fyrir forvitna og fjöldi styrkja hefur komið í hlut hugvísinda undanförnu og ég óska sviðinu innilega til hamingju með það. Og svo til viðbótar áhugi erlendra nemenda á námi á hugvísindasviði mikill og umsóknir voru 650 núna síðast og þetta bara til margir af COVID-19 hefur ekki dregið mikið úr því. Hjá menntavísindasviði þá hefur nemendur fjölgað 40% á síðustu árum. Það voru 235 nýnemar sem hófu nám við sviðið núna síðustu áramót sem metfjöldi, bara ef við skoða áramótin. Og síðan voru núna við brauðskráninguna fyrstu kandidatnarnir frá sviðinu sem brauðskráðust af nýjum Master of Teaching námsleiðum, MT-leiðum, sem eru sem sagt meistaragráður án þess að vera með ritgerðir, lokaverkefni. Síðan eru rannsakendur á sviðinu að stýra nýjum Erasmus Plus samstarfsverkefnum sem hafa hlotið veglega styrki alls ríflega 100 milljónir króna í óskasviðinu til hamingju með það og það voru yfir 30 sérnámslæknar sem sóttu handlegar námskeiði húsnæði menntavísindasviðs á dögunum og námskeiðið byggir á teymisvinnu, kennslufræðinga á sviðinu og heilbrigðisvísindasviða og læknar og miðar að því að þjálfa sérnámslækna í aðferðum starfstengdra leiðsagnar í handleiðslu. Svo vil ég innilega óska Vöndu Sigurgeirsdóttur og Hrafnhildi Ragnarsdóttur til hamingju en þær hlutu fálkaorðuna á nýársdag. Síðan frá verkfræði- og náttúruvísindasviði þá var úthlutun úr minningasjóði Þorvalds Finnbogasonar 21. des að viðstaddri Vigdísi Finnbogadóttur og það var hátíðlegt og það væri fámennt að þessu sinni sökum samkomu takmarkana. Síðan voru 3 nemendur í iðnaðarverkfræði sem hlutu nýsköpunarverðlaun forseta Íslands og ég óska þeim innilega til hamingju. Þetta glæsilegt afrek að vinna þessi verðlaun. Jesús Zavala Franco, dósent í stjarneðlisfræði, hlaut 3. verðlaun í Buchhalter Cosmology Prize fyrir vísindagrein í stjarneðlisfræði og síðan hefur sviðið verið mjög öflugt á UT-messunni á hverju ári og það var engin breyting frá því á þessu ári. Það var stafræn heimsókn í Háskóla Íslands á UT-messunni og þetta bara alveg til fyrirmyndar í óskasviðinu til hamingju með þetta. Síðan 16. mars verður nýsköpunarmót Álklasans. Það sameiginlegur viðburður Háskóla Íslands, Háskóla Reykjavík, Sammáls og Samtaka iðnaðarins og Álklasans og þar verða meðal annars veitt hvatningaverðlaun til nemenda sem vinnað verkefnum tengdu máli. Svo við sjáum að þetta bara stiklað á stóru hjá fræðasviðunum. Þetta algjörlega til fyrirmyndar hvað mikið í gangi í Háskóla Íslands og ég þakka sviðunum innilega fyrir að senda þetta til mín. Svo að lokum, þá erum við oft með viðburði framundan, en þetta nú orðið það langt, ég held ég láti bara þessu lokið bara núna fljótlega, en ég vil nefna að Háskóli Íslands 110 ári í ár. Þetta merkis viðburður, háskólinn fagnar þessu afmæli 17. júní 2010 og við munum minnast þessu árin, við erum semst að undirbúa hvernig það verður gert, en þetta glæsileg saga, háskólinn stendur vel, stefnir fram á við erum komið nýja stefnu, munum halda áfram að sækja fram og ég þakka ykkur innilega fyrir frábært starf á undanförnum árum og bara á þessu ári líka og aðstæður hafa oft verið erfiðar en eins og kemur hérna fram í þessari kynningu það gríðarlega margt í gangi og markmið okkar að gera góðan háskóla enn betri. Kæra þakkir.